Sælir áhorfendur góðir og verið velkomnir í frétt- og umræðuþáttinn 21 á miðvikudagskvöldi. Já, við ætlum að fara í hugleiðslu í sýndarveruleika. Þetta eitt af þeim verkefnum sem fekk stærstu verðlaunin í gullegginum, nýsköpunarverðlaun. Nú síðan kemur Ásmundur Einar Daðason, félagsmála- og húsnæðismálaráðherra og barnamálaráðherra til Þórðar Snæs Júlíussonar og þeir ræða til dæmis vandann í húsnæðismálum og sitthvað fleira. Og bótakerfið. Og bótakerfið, já. Það er búið að naga úr því mikið. Já, þannig þeir verða hér á eftir og svo koma tveir góðir þingmenn til mín og það svona aðalega ákallið að bjarga Vogi og þessir biðlistar sem eru svo langir til að ræða þetta og til dæmis spurningin, þetta hluti heilbrigðisþjónustunnar, þar að segja fíkniefna og meðferð, ætti hún bara að vera inni hjá ríkinu eins og önnur heilbrigðisþjónusta, svona flest. Þannig að það eru margar spurningar. Og svo sko þungunarrofið, það verið að færa það fram til 22. viku og þetta mjög umdeilt. Já, og það sem að líka stóra breytingin að konur þurfi ekki leyfi eins til þess að rjúfa þungun. Ráða sig sjálfur. Og svo það þessar vikur að það kannski hefur verið einblínt á vikufjöldan. Kannski ekki festast þar. Ræðum þetta eins og eftir. Það athyglisverð grein frá henni Guðrúnu Magnúsdóttur í Fréttablaðinu dag, hver réttur fósturs barns, ágætt að lesa það til að vera sér út skoðanir en sitthvað í fréttum og það náttúrulega aðalfrétt dagsins kannski að Seðlabankinn var að hækka vexti 0,25% fer þá upp í 4,5% sem töluvert hærra en við þekkjum úr löndunum í kringum okkur og margir segja þetta sé í boði verkalýðshreyfingarinnar segja þessir hægri sinnuðustu í viðskiptalífinu í dag. Ég spyr mig hins vegar hvort að skýringunum megi leita í Fréttablaðinu dag, loftræstikerfið ærði starfsfólk Seðlabankann. Getur það verið ástæðan fyrir að þeir hækkuðu? Hver veit, þetta allt saman mannanna verk. En það var splæstifullt af heyrnartólum. Heyrnartólum. Þannig nú eru allir starfsmenn Seðlabankans með heyrnartólu við vinnu sína væntanlega. Ætli það hafi ekki verið útýrðar að bara gera eitthvað við loftræstikerfið? Veit það ekki. Ég spyr bara. En svo hérna mjög athyglisverð samantekt hjá Baldri Erlasyni, einum besta blaðamanni Morgunblaðsins, yfir starfsmannafjölda þeirra flugfélaga sem eru að sameinast á Ísalandi. Þeir eru fleiri en hjá Landspítalanum. Með fleiri vinnu en Landspítalinn og þetta náttúrulega óbóðslega stórt og mikið apparat íslenska flugið. Eins og kemur mjög vel fram í þessari góðu samantekt. Þetta 5.000 manns og kannski, ég veit ekki hvort hann tekur inn í hlutastörf og heilstörf, en allavega þetta fjöldin. Já, skrýtnasta fréttin kannski þessi af Íslandi. Það mengar þjóða mest. Já, svo segir... Á RÚV.is í dag var að fjalla þetta. Að útblásturinn sem sé mestur hérna, mesta losun. Og umhverfisráðherra tala að það væri kannski ekki mesta keppli Íslendinga að vera best í þessu, eða verst. Jú, við erum búin að setja eitthvað svo háleit markmið í umhverfisstefnu og við erum að losa meira af CO2. Ég fór nú samt fyrst að hugsa sem það náttúrulega svo mikið svæði fyrir hvern og einn. Ertu að reyna að afsaka þetta? Þú veist, ég ber ábyrgð á stærra svæði en Norðmaðurinn. Þú ert að reyna að afsaka þetta. Þetta bara hugmynd vegna þess að þetta slæmafréttir. Já, en ég þekki það sem fyrirverandi þingmaður að það erfitt að fá starf eftir að maður kemur aftur út í lífið frá Austurvelli og ég bara starfnaði minna sjónvarpsstöð en Þór Sari, hann að segja sögu sína. Almáttugur, hann að tala við Lifðu núna vefinn sem merkilegu vefur og fjalla mikið fólk sem komið yfir miðjanaldur og hann búinn að sækja á annað 100 störf og fengi jafnmörg afsvör. Hann hefur sótt fjölmörg störf hjá Hagstofunni, nærri 20 starfa og hann fær bara ekki vinnu. Þór Sari? Hann fór að vinna hjá OECD. Velmenntaður á besta aldri. Já, eftir þing fór hann hjá OECD í svona ráðgjafastörf. Svo fær hann bara ekki vinnu. Svona lífið. Já, þannig að Þór vantar vinnu. En við förum að fara hér inn í efni þáttarins. Linda Blöndal að koma sér fyrir hjá tveimur góðum þingmönnum til að ræða helstu hitamál líðandi stundar. Já, komið sæl og það eru heilbrigðismálin og það af mörg að taka en við ætlum að byrja á þessu þar ákall að bjarga Vogi og þau eru komin til mín Halldór Mogensen, Pírati og formaður velferðarnefndar Alþingis sem fer með heilbrigðismálin á Alþingi og Ólafur Þór Gunnarsson sem fyrsti varaformaður sömunefndar VFG. Velkomin. Takk. Takk. Ég ætla að byrja á þessu. Undanfarna vikur og mánuði þá hefur verið fjallað mikinn fíknivanda. Fíknivanda meðal ungs fólks sem hefur verið sláandi. Hjá landlækni hefur verið að skoða í það minnsta 40 tilvik þar sem að lyfseðilsskyld lyf hafa komið við sögu og fólk dáið. Og
þetta líka umfjöllun langa biðlista á Vogi sem að forsvarsmenn SÁÁ segja séu 600 manns og Kári Stefánsson hefur núna farið fram og með undirskriftarsöfnun að bjarga Vogi. Hvað, með þessa stöðu í huga, hvað ber að gera og ráðgerið þið að fjalla eitthvað þetta í velferðarnefndinni? Við höfum náttúrulega alveg fjallað þetta í velferðin, kannski ekki með SÁÁ sérstaklega en bara varðandi fíknivanda og sérstaklega tekið fyrir og rætt fólk með tvígreindan vanda og biðlista þeim megin og þetta hefur verið til umræðu og núna líka verið að ræða þetta inn í þessari vinnu sem að barnamálaráðherra er búin að setja í gang í þessi barnaverndarnefnd sem á að endurskoða allan lagaramman í kringum barnaverndarmál á Íslandi. Já, það er félagsmálaráðherra. Það er félagsmálaráðherra, fyrirgefðu, já, og stór hluti af þeirri vinnu samt út af því að það má ekki niðurnjörfa þetta sem eitthvað vandamál á einhverjum einum stað. Þetta er líka samfélagsvandi og stóra myndin verður að vera að endurskoða bara hvernig við komum að og forvarnir bara á ungum aldri hjá krökkum og fjölskyldum og bara meira segja, bara sem fóstur, að konur séu að upplifa góða meðgöngu og án streitu og líka bara hvaða áhrif áföll í æsku hafa á til lengri tíma liti þegar kemur að fíkn og fleira. Já, nú erum við náttúrulega að sjá alltaf fleiri og fleiri rannsóknir í þeim efnum að það bæði getur tengst þá sjúkdómum seinna á lífsleiðinni kannski og þá fíknisjúkdómum líka. En við erum með, Ólafur, við erum með, ég held að segja 18 rými á Landspítalanum. Það er eiginlega það sem að ríkið býður upp á, annars er þetta bara einkarekið hjá SÁÁ. Og þessi 18 pláss eru fyrir meira og minna fyrir tvígreinda, fyrir þá sem eru bæði með fíknisjúkdóm og einhvern geðsjúkdóm annan. Ég meina, er þetta staðan sem að við ættum að breyta kannski? Að ríkið kæmi meira inn í þessa heilbrigðisþjónustu? Nú vil ég að komið skýrt fram að SÁÁ er að vinna gríðarlega gott starf og það er ekki í rauninni vandinn er alveg örugglega ekki sá að þau séu ekki vinna nógu vel og þau séu ekki gera hlutina nægilega vel. Það sem þau forsvarsmenn þeirra hafa eins og komið á framfæri er að eftirspurnin eftir þeirra þjónustu hún hefur aukist og það eru eins og komst inn á áðan, það eru 600 manns á biðlistaðar. Þau sinna í kringum eitthvað á 30.000–2.200 mann rétt á ári og það myndi þá þýða ef þú reiknar þetta svona lauslega, það væri það kannski 3–4 mánuða bíða meðaltali eftir að komast þar að. En forsvarsmenn þeirra segja mér líka að þau forgangsraða náttúrulega þeim sem í mestri þörf á hverjum tíma. Og yngsta fólkinu. Og já, þannig að ég treysti því fagfólki sem er þar alveg ljómandi vel til þess að vinna þessa vinnu. Varðandi hins vegar það, hvernig við vinnum með biðlista yfirleitt og hvernig við hugsum það, að þá er það nú til að mynda í samstarfssamningnum sem er farið eftir gagnvart SÁÁ, að þá er það alveg skilgreint með hvað hægt á að gera það og hvernig á að gera. Þannig ég hef ekki áhyggjur af því. Hvernig á að gera það? Stýra biðlistum eða? Það er að segja hvernig fólk fer inn á það og þá þætti. Er það skýrt, Allavega vilja forsvarsmenn SÁÁ meina það. Já, ráðherra, hún er ekkert alveg jafn samfærð. Hún vil alltaf greina þennan biðlista. Ég held að... Í stað þess að leggja til þessar milljónir sem að forsvarsmenn SÁÁ bíða núna 200 milljónir. Já, ég held að það sé ágætis bragur á því að áður en er ákveðið að setja einhverja tiltekna x upphæð og leggja hana fram að reyna átt að segja hver er vandinn, þurfum við að forgangsraða nákvæmlega þarna eða eins og þú nefndir eigum við kannski skoða hvort það sé setja meiri peninga í stofnanir ríkisins. En ég held að þetta sé bara hluti af þessari heildarendurskoðun sem er í gangi og menn er að reyna að finna út úr. En ég trúi því algjörlega þegar að forsvarsmenn SÁÁ segja að vandinn sé að aukast og við sem samfélag tekum undir það með handfæri. Við erum auðvitað að taka á því. Uppsafnaður sömuleiðis því ríkið hefur dregið sig æ meira út úr því að koma beint að þessari tegunda heilbrigðisþjónustu. En hvað finnst þér, Halldóra, núna segir Svandís Svavarsdóttir ég vil láta greina þennan biðlista sem SÁÁ menn er að tala um. Lýsir það einhverju svona vantrú á því að þeir segja hlutina eins og er? Það finnst mér ekkert endilega og ég hef alveg vissan skilning fyrir stöðunni sem heilbrigðisráðherra er í. Það er náttúrulega ótal mörg félagasamtök og stofnanir að berjast takmarkað fé. Þannig að mér finnst í raun og veru það ekkert slæm hugmynd að fara kostnaðargreina það á einhvern hátt.
En það mætti svo sem gera það á miklu fleiri stöðum. Þetta einmitt aðferðafræði sem að skortir á mörgum stöðum að kostnaðargreina almennilega þjónustuna áður en að það lagt til hvaða fjármagn að fara í það. Og mér kunnugt það að það eitt af verkefnum landlæknis okkur núna að reyna að átta sig á því í hverju átta sig á samræmingunni á biðlistum, að það sé svona reynt að finna út í því með hvaða hætti menn komast á biðlista og þá ekki bara í fíkþjónustu heldur í allri heilbrigðisþjónustu. Átta sig á því til dæmis hvort að þarf að vera eitthvað miðlægt samræmi á því og svo framvegis. Þannig að þessi vinna í gangi og ég held að ég vil að minnsta kosti trúa því að ráðherra hafi látið þessu orð falla svona í því samhengi. Það sé verið að skoða í rauninni alla þessa þætti og heilbrigðisstefnan sem einmitt núna verið að ræða kemur væntanlega inn á þetta líka. Það hefur verið heildstæð stefna í heilbrigðismálum sem lengi hefur verið beðið eftir. En má ég kannski bæta við út af því að það gríðarlega mikilvægt að sé að horta á þetta. Þú veist, SÁÁ hefur verið að vinna gríðarlega gott starf og ég bara þekki mikið af fólki sem hefur farið þarna og bara fengið nýtt líf eftir það og þetta ótrúlega mikilvægt. En það á sama tíma þá eru líka margir einstaklingar sem hafa einhvern veginn ekki fundið sig þarna inni og þess vegna svo mikilvægt að hafa líka fjölbreytt úrræði og skoða þetta líka út frá forvörnum og þetta eins og ég segi, við þurfum að fara að skoða þetta miklu heildstæðara heldur en við höfum verið að gera og þetta vaxandi vandamál í samfélaginu okkar og þetta gríðarlega mikill vandi sem við gætum komið í veg fyrir ef við værum að nálgast þetta kannski út frá aðeins fyrr. Grípa fyrir henni, já. En hvernig getum við haft fjölbreyttar úrræði? Núna þetta úrræði búið að byggjast upp á 20 ára. Það í kröggum. Ég meina, það eitthvað í augsýn að bæta einhverjum valkosti við? Nei, auðvitað á að tryggja það að þetta úrræði sem búið að virka vel geti áfram gengið. Og bæta það öðru við þá eða? Og bara skoða aðra nálganir. Ég meina, það eru aðra nálganir sem eru að virka fyrir fólk en það sem líka mikilvægast og það sem hefur skort eftirfylgni líka og því að við erum að tala um að grípa fyrr inn í að það þarf líka að skoða eftirfylgnina út af því að óbúslega mikið að fólk að fara inn, það að fá mikla aðstoð, það kemur út í samfélagið aftur og svo ekkert sem grípur fólk þegar það kemur út í samfélagið. Það sitt hvað sem grípur það, samtök, þessi stóru samtök sem grípur fólk og svona. En það óbúslega misjafnt hversu vel það haldið utan þessa einstaklinga og oft þá bara mjög lítið haldið utan þessa einstaklinga og þá fólk bara að koma aftur inn. Hluti af þessari heildstæðu þjónustu sem Halldór að tala til að mynda það. Við þurfum líka að tryggja það að þjónustan sé ekki bara til boða hérna á höfuðborgarsvæðinu. Að fólk sem býr út á landi allan á þessum stærstu stöðum hafi líka að ganga að henni. Verður það ekki lokað á Akureyri? Já, til að mynda við þurfum að finna leiðir til þess að tryggja það að við breytumst ekki bara í eitthvað borgríki þar sem öll þjónustan á einum stað og allir verða að sækja hana hingað. Það er náttúrulega líka aftur hluti af heilbrigðisstefnunni. Svo það líka vissa hugarfarsbreytingu einnig. Ég held að þetta sé stór hluti í þessu og mér finnst við eiginlega ekki geta að tala fíknivandann að ræða líka þessar hugmyndar afglæpavæðinguna og hvernig við nálgumst það. Hvernig verið að refsa fólki sem í raun og veru eiga við heilbrigðisvandamál að stríða og hvernig verið að refsa þessum einstaklingum. Veiku fíklunum. Já, veiku fíklunum og oft komin á sakaskrá og eiga þá mun erfiðara með að koma sér aftur inn í samfélagið. Þannig að mér finnst þetta vera risastór umræða sem við þurfum að taka mun lengra og fara að skoða það hvort að þetta geti verið hluti í því að minnka þessa fordóma gagnvart þessum hóp og því það eru fordómar og það líka kemur í veg fyrir kannski að mögulega þjónustan sé betri. En væri Svandís heilbrigðisráðherra, væri hún meira samkvæm sjálfri sér, hún inni að því að þessi hluti heilbrigðisþjónustunnar yrði líka á hendi ríkisins eins og meira að minna öll heilbrigðisþjónusta Nei, við skulum ekki gleyma því að það mjög stór hluti heilbrigðisþjónustu á Íslandi á formi einkaaðila og á formi non-profit þjónustu eins og SÁÁ með. En þetta sjúkrahús, en þannig þetta sjúkrahús. Já, en við erum líka, við erum öll hjúkrunarheimilin, eða nánast öll hjúkrunarheimilin eru þannig, þau eru rekin með þessu hætti, þau eru einkarekin. Við erum með sennilega kringum fjórðung á heilbrigðisþjónustunni þar, en þá kannski verkefni kannski frekar í því að skilgreina hvað ætla ríkið að fá fyrir þennan pening og hvernig ætla Sjúkratryggingar Ísland að semja við þessa aðila þessa þjónustu og ég held að það sé kannski frekar verkefni heldur en að hafa áhyggjur af því að frjáls félagasamtök eins og SÁÁ sem eru í rauninni að reka þessa þjónustu á mjög faglegum grunni
að þau séu eitthvað vandamál í kerfinu, þau eru miklu frekar lausn. Já, en þeir segja þar að lausnin sé í 200 milljónum sem að þurfa. Já, það er ómögulegt að setja eitthvað vermið á það hér í þessum þætti og ég held að við munum ekki útluta neinum peningum hér. En það er hlutverk fjárlaganefndar væntanlega að gera það og það er verið að ræða fjárlög og ég gerir alveg ráð fyrir því að fjárlaganefnd muni skoða það. Og þetta er líka bara augljós galli þetta er eitthvað sem einhver menning sem hefur átt sér stað inn í okkar kerfi sem gerir það að verkum að það er ekkert verið að meta almennilega hvað þjónustan kostar. Þú veist, þetta er bara virðist vera bara viðvarandi vandamál. Að þegar að til dæmis ráðuneyti eða Sjúkratryggingar Íslands eða ráðuneytin að fara fram á að fá einhvers konar þjónustu, að þá er það ekki, hún er ekki kostnaðargreind á neinn hátt. En ég sé sko í nýjustu skýrslu SÁÁ og þar er kostnaðargreindur hver einstaklingur, hvað hann kostar á dag, ég man ekki alveg nákvæmlega hvað er mikið, og það er ekki að fullu greitt, sem SÁÁ borgar það svona mestu leyti. Þannig að það er kostnaðargreining þar, en það sem þú ert að segja er kannski að sumstaðar er og sumstaðar ekki og þetta er meira happ og glappa. Ríkið verður náttúrulega ákveða hvaða þjónustu það vill kaupa og til þess að geta ákveðið það þarf þjónustan að vera kostnaðargreind og ríkið þarf þá að semja af sanngirni við þá aðila sem það er að semja við. Það er bara þannig. Og það við alla þessa þætti. Þetta bara skortir, þannig að skortir aðeins smá faglegheit í þessa vinnu og sérstaklega núna bara í sambandi við fjárlögin að finna kostnaðargreiningar hvaðan koma þessar summur sem að ráðuneytin eru að fá til þess að útlita, þú veist, þetta er bara eins og þessi dregur hattir. Já, en út af þessar umræðu láta það líka milli hluta. En það eru stór tónleikar í Háskólabíó og þessi undirskriftarsöfnun sem er í gangi og tónleikarnir eru fyrir Vog, það er frítt inn en þetta er svona stuðnings viðburður og sko, ég kannski spyr þið bara, Halldóra, finnst þér að þú svaraði svona bara áðan, finnst þér að ríkið eigi að koma meira að rekstri þessa hluta heilbrigðisþjónustunnar? Sko, mér finnst fyrst og fremst að það þurfi að fara fram þessi heildstæða skoðun á öllu, þú veist, þá er ég að tala alveg bara frá meðgöngu. Og barnsaldri og skoða hvernig þessi mismunandi kerfi geta að tala saman. Þú veist, menntakerfið, fjölskyldan, heilbrigðiskerfið. En bara svona hugmyndafræðilega séð, sko, ég meina... En auðvitað er þetta heilbrigðisvandamál og þetta á að vera í heilbrigðiskerfinu. Ég er algjörlega þar, en það snýst sko, öll þessi umræði afglæpavæðinguna snýst einmitt það að þessir einstaklingar, þetta eru ekki glæpamenn, þetta er fólk sem á við heilbrigðisvanda að stríða og það á auðvitað að þetta auðvitað á að vera inn í heilbrigðiskerfinu. Partur að stytta biðlista? Já. En það er spurning, örstutt bara í lokin, það er verið að, það er ennþá í samráðsgáttinni held ég, þetta frumvarp breytingu á fóstureyðingarlöggjöfinni eða sem er kölluð meðgöngurof, þungunarrof, já, gott að hafa lækninn hérna. Það er sem sé verið að tala að breyta þessum lögum síðan 1970. Nú fær konan alfarið vald yfir því að ákveða hvort hún vill fara í fóstureyðingu og hún getur farið í fóstureyðingu að eigin vilja upp að 22. viku. Þetta er mál sem verður væntanlega mjög erfitt í meðferðum í nefndinni hjá okkur. Það kann vel að vera það var þegar það heyrst á opinberu vettvangi skipta skoðanir allavega meðal einhverja þingmanna þetta mál. En ég held kannski að menn verði að fókusera á það sem að ég lít á að sé aðalatriði í þessum breytingum á löggjöfinni. Það er í rauninni verið að færa þennan rétt til kvennanna, það er að segja það er verið að ákveða það að það sé konan sem að ákveður með sína eigin heilsu. Það er aðalmálið. Við getum síðan tekist á það sko hvaða vikufjöldið eitthvað þess að taka inn í þetta, en við verðum að horfa á grundvallarbreytinguna, hún er þessi og hún er mjög mikilvæg. Ákvörðunarvald er alfarið hjá konunni, þannig er það ekki núna. Nú þarf konan að fara í einhver viðtöl og eitthvað svona. Það fær nú engin neitun. Nei, það fær engin neitun, en það er samt til staðar í lögunum og það er náttúrulega bara þessi lög hafa ekki verið uppfærið í mjög langan tíma. Hugsunin er bara í rauninni, hún er bara orðin allt og gamaldags og við þurfum að taka það upp. Og allt ferli sem kona sem gengur í gegnum þetta ferli er bara hrikalegt. Spurningalistin sem maður fær yfir sig að svara einhverjum spurningum sem kom bara engum við.
Þannig að þetta er bara orðið úrelt, sko. Já, hún skrifar hérna Ebba Margrét Magnúsdóttir fæðingarlæknir í Fréttablaðið í dag að þetta, sko, í dag er reynt að bjarga fóstri með öllum mögulegum ráðum eftir 23. viku. Barnið er orðið lífvænlegt á þeim tíma. Óttist ekki þessa umræðu? Þetta bara er umræði sem á rétt á sér og á auðvitað bara eiga sér stað. Og mikilvægt að við tökum alla umræðu. En þarna skilst mér að í samráðsgáttinni, í samráðsferlinni þá hafi komið umsagnir frá sérfræðingum sem að töldu rétt að hafa þetta í 22 vikum og þetta er samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnun. Það eru önnur lönd sem eru með þetta þarna og þegar maður skoðar statístikina hversu margar konur eru að nýta sér þetta þá er þetta afskaplega fáar og það er í ofboðslega erfiðum tilfellum. Sem þetta er leyft nú til dags með utan þána. Eftir þessa 20 vika skimun sem kom í ljós með alvarlegir heilsugallar bæði hjá konunni sko, og svo líka hjá fóstrinu og svo í mjög erfiðum félagslegum aðstæðum og þetta er ekki, konur eru ekki að gera sér þetta til skemmtunar að fara í þessa aðgerð á þessum tíma í meðgöngunni. Nei. Skulum hafa það í huga, festumst ekki í vikutalinu heldur, en það var gott að fá okkur hingað, Halldóra Mogensen, Pírati og formaður velferðarnefndar Alþingis og Ólafur Þór Gunnarsson, fyrsti varaformaður sömu nefndar VG. Og við höldum áfram eftir smá stund. Farðu vel með þig. Penninn húsgögn. Hugsaðu vel heilsuna. B12X, góður kostur gegn skorti á B12-vítamíni. Fæst nú án lyfseðils í næsta apóteki. Gefðu gjöf frá frægustu hönnuðum heims. Epal. Ég sem vildi ekki einu sinni kæra. Hann nauðgaði mér. Nú eru litadagar í Slippfélaginu. 40% afsláttur og fríar litapröfur af innimálningu. Slippfélagið málningarverksmiðja. Green Diamond harðkorna dekkin, umhverfisvæn, endurunnin og valda ekki svifryki. Harðkornadekk.is. Ert þú í söluhugleiðingum? Vertu í sambandi og ég sel fyrir þig. Sigrún Mattea, sími 695 3502. Veldu réttina í þinn matarpakka hjá 12 og Elda. Njóttu dagsins, við sjáum kvöldið. 12.is. Mannlíf fagnar eins árs útgáfu afmæli og mælist nú sem næst staðsta helgarblaðið. Þökkum móttökurnar. Ásmundur Einar Daðason, félags- og jafnréttismálaráðherra, vertu velkominn. Takk fyrir. Við byrjum bara á stöðunni sem er upp á vinnumarkaði og að nokkuð ljóst að það liggur fyrir skýr krafa, jafnvel úr báðum áttum frá atvinnurekendum og verkalýðshreyfingunni eftir að ríki og eftir atvikum sveitarfélög komi að borðinu með einhverjum hætti. Komi að því að leysa þennan hnút sem er uppi sem opinberast kannski best í þessum miklu krónutölu kröfu hækkunum sem hafa verið lagðar fram. Það sem þau kalla eftir, hefur maður heyrt í þeirra orðræði á undanförnum dögum og vikum, er skattkerfisbreytingar, breytingar á bótakerfi, einhverjar aðgerðir á húsnæðismarkaði. Það er umtalsvert þetta sem heyrir undir þá málaflokka sem heyrir undir þetta ráðuneyti, að bótakerfin og ekki síðan alltaf húsnæðismálin. Hvað hyggst þú koma með að borðinu? Nei, ég bara tek undir með þér að þessi staða á vinnumarkaði er þess eðlis að hún í rauninni kallar á að við hugsum öll hvernig við getum lagt okkar á mörkum í þessu og það er alveg rétt sem hún segir að við horfum auðvitað upp á það að aðstæður á vinnumarkaði eru talsvert aðra núna heldur en að verið hafi í talsverðan tíma. Atvinnuleyfi sé að spáð aukast á næsta ári. Flugfélögin okkar er að glíma við vanda og nú voru 2 þeirra að renna saman í eitt, þannig að það eru svona ýmis teikn á sama tíma þessi háa krafa af hálfu verkalýðshreyfingarinnar
Og það einmitt þess vegna sem að það ekki bara svo málaflokkar sem að þarna þú nefnir eins og húsnæðismál og bótamál og fleira heyr undir félagsmálaráðuneytið, heldur það líka svo að vinnumarkaðurinn gerir það. Þannig að við eigum beinan snertiflöt með ríkisáttasemjara sem að heyrir undir félagsmálaráðuneytið, eigum beinan snertiflöt þarna við og þess vegna hef ég svona verið að undanfarna mánuði eða alveg frá því síðasta vor verið að bara styrkja sambandið bæði við Samtök atvinnulífsins og við BSRB og ASÍ og núna þá nýju forystu sem komin til valda innan Alþýðusambandsins og innan BSRB. Og það auðvitað þannig að ríkisstjórnin, þetta auðvitað þannig að þetta eru samningar á milli frjálsra aðila þarna sem annars vegar Samtök atvinnulífsins og hins vegar vinnumarkaðurinn, en auðvitað það svo að ríkisvald hefur alltaf lagt til markana þegar kemur á slíku og það verður engin undantekning á núna og kannski meiri þörf á því núna en oft áður vegna þess að það sem sagt það djúp gjá þarna á milli. Og þá það eins og nefnir húsnæðismálin, bótamálin og fleira sem við getum farið bara yfir svona vinnuna sem í gangi með. Við förum kannski aðeins í hérna á eftir bara hvernig þessum flokkum fyrir sig, mig langar aðeins hérna áður en við gerum það að fara í eitthvað sem þú hefur sagt núna á undanförnum dögum og vikum opinberlega. Þú til dæmis vaktir athygli nýverið með því að segja að það var áform til athugunar þínu ráðandi varðandi leiguþak. Og það svona yfirlýsingar féll í misjafnan jarðveg, fagnað mjög af ákveðnum aðilum og gagnrýndar mjög af öðrum, meðal annars stjórnarþingmönnum í sérstaklega innan Sjálfstæðisflokksins. Hvað felst í þessari athugun sem í gangi á mögulegu leiguþaki og telur þið að alveg hafa stuðningina ríkisstjórnar til þess að ráðast í slíkar aðgerðir? Við höfum verið undanfarið og í sumar og haust verið að fara yfir leigumarkaðinn, átt fundi með öllum leigufélögum, öllum helstu aðilum þegar kemur að þessu og verið að kortleggja til hvaða aðgerða við getum gripið til þess að styrkja bæði leigumarkaðinn og stöðu leigutaka. Í þessu samtali eitt af því sem til skoðunar eru húsaleigulögin og hvernig og með hvaða hætti við getum styrkt stöðu leigutaka þar og þar hef ég sagt að allir hlutir séu til skoðunar, meðal annars það að taka fastar utan þessi stærri leigufélög og þetta klárlega þar til skoðunar en það verður að gerast í samtali milli aðila vinnumarkaðarins en hins vegar tvennt sem skiptir líka gríðarlega miklu máli og hefur verið bent á þessar umræðu. Það staða ungs fólk sem vill fara inn á fasteignamarkaðinn og vill eignast sína fyrstu eign vegna þess að eitt sem athyglisvert og kom fram í leið og við verðum að styrkja leigumarkaðinn og það verðum við að gera og það erum við að undirbúa aðgerðir með og munum gera það í samtali og samvinnu við aðila vinnumarkaðarins. Þá það líka svo við þurfum að horfa á það að mikill meirihluti þeirra sem á leigumarkaði vilja komast í eigið húsnæði og þar þurfum við líka að vinna að tillögum sem í undirbúningi og svo í þriðja lagi og við getum farið dýpra í hvern þessara liða hér á eftir að þá þjónar hitt tvennt eiginlega engum tilgangi, það að styrkja leigumarkaði eða umgjörð á leigumarkaði eða fyrstu kaupendur ef við náum ekki að tryggja meira framboð á lóðum og meira framboð á húsnæði. Þetta allt þrennt verður í rauninni að haldast í hendur og við erum að vinna núna með það að markmiði að þetta haldist í hendur og við gætum séð einhvers konar aðgerðarpakka sem unnin yrði í samtal og samvinnu milli ríkisstjórnarinnar og aðila vinnumarkaðar vegna þess að allir forystumenn ríkisstjórnarinnar hafa sagt það að ríkisstjórnin sé tilbúin til þess að koma að samtali við aðila vinnumarkaðarins og ég held að séu fáa ríkisstjórnir sem hafa raunar átt jafn gott samtal og samvinnu við aðila vinnumarkaðarins eins og þessi með reglulegum fundur sem haldir hafa verið í ráðherrabústaðnum sem reyndar hafa legið niðri núna í talsverðan tíma síðan á vordögum vegna forystuskipta bæði í BSRB og ASÍ en nú eru þeir fundir byrjaðir aftur og í þessu samtali erum við að ræða meðal annars taka stöðuna hvernig ganga samningar á milli aðila og með hvaða hætti ríkisvaldið getur komið þarna að og þar eru þessi þættir allir undir að mínu viti. En það ljóst að það eru ákveðnir hópar sem eru mun verr staddir á húsnæðismarkaði en aðrir. Lágtekjuhópar hafa séð húsnæðiskostnað sinn vaxa langt umfram aukningu á ráðstöfunartekjum. Það að kaupmáttaraukningin þeirra hefur farið í aukinn húsnæðiskostnað og umfram það. Eitt af því sem
ýkir þann vanda, skortur á félagslegu húsnæði. Ég var með borgarstjórinn í Reykjavík hérna fyrir viku síðan og þar kallaði hann eftir einfaldlega lagasetningu til þess að skikka fleiri sveitarfélög til þess að taka þátt í því að byggja upp auki félagslegt húsnæði. Það sem Reykjavík augljóslega að draga vagnin hérna á höfuðborgarsvæðinu og sum sveitarfélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu beinlínis neita að taka þátt. Það eitthvað sem kemur til greina? Ég held sko að það sé gríðarlega mikilvægt og Reykjavíkurborg hefur verið að gera marga hluti og það hins vegar svo að það verða fleira að koma á borðinu og það alveg hárrétt sem þú segir. Í nýjum lögum sem við samþykktum húsnæðismál núna á vorþingi þá var sérstaklega styrkt stoðin undir því að sveitarfélög þyrftu að vinna húsnæðisáætlanir til lengri tíma. Húsnæðisáætlanir sem að gerðu ráð fyrir því hvernig við ætluðum að byggja upp húsnæði þannig að það væri verið að byggja nóg til þess að anna í rauninni eftirspurninni. Það sem við erum að undirbúa núna miklu þéttara samtal við sveitarfélögin, ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu, heldur á stór Reykjavíkursvæðinu. Það auðvitað orðið svo að Reykjavík höfuðborgarsvæðið eða atvinnusvæðið hérna í kringum Reykjavík, þetta orðið eitt atvinnusvæðið þegar þú kemur upp á Akranes og jafnvel upp í Borgarnes, ég á nú heim í Borgarnes og keyri alltaf á milli, eða Selfoss, Þorlákshöfn, Reykjanesbær, þetta allt orðið eitt atvinnusvæði. Og við stöndum á þeim mörkum núna og það rétt sem hún segir. Okkur hefur ekki tekist sem samfélagi að halda fasteignaverðinu þannig niðri að það hefur á undanförnum árum verið að hækka meira heldur en annað verðlag í landinu og þar af leiðandi hefur það verið að éta upp kjarabætur sem að hafa komið. Og núna verðum við einfallega sem samfélag, við verðum að geta náð utan það að við séum að byggja nægilega mikið til þess að fasteignaverð á næstu árum hætti að hækka svona mikið umfram verðlag. En aftur, ég meina það hópar sem að fara vest út eru tekjulágir hópar og þeir þurfa eftirspurnin þar eftir félagslegu húsnæði eða félagslegum úrræðum miklu meiri. Þarf að fara í einhverjum svona drastískar aðgerðir eins og það að setja lög að skikka þessi sveitarfélög til þess að taka þátt í þessu? Og þá þurfum að byrja á að kalla sveitarfélögin til vegna þess að ég eiginlega sannfærður og þegar byrjar að tala við forsvarsmenn sveitarfélög og núna þessa dagana að hitta bæjarstjóra, hitti meðal annars í morgun nýjan bæjarstjóri í Ölfusi og að taka alla bæjarstjórana núna sem á stóru Reykjavíkursvæðinu og athuga það hvort að menn sé ekki tilbúnir til þess að koma í samninga það. Án þess að það séu þvingandi aðgerðir að fjölga hér lóðum og að hluti af þeim samningum sé að hlutfall af þeim lóðum og svæðum sem fara undir fari til félagslegra eða óhagnaðardrifin og félagslega rekinna félaga. Eins og til dæmis þeirra sem að verkalýðshreyfingin rekur, eins og þeirra sem að rekin af öryrkjabandalag og svo framvegis. Þannig að ég held og ég trúi því að það sé hægt að ná samningi á milli aðila sem eru hér á stóru Reykjavíkursvæðinu það að ná saman það bæði að tryggja það verði nóga margar lóðir framundan á næstu 10 árum sem þurfum einhverja 2000 á ári annars vegar og hins vegar að menn séu tilbúnir til þess að ákveðið hlutfall það renni til félagslegra nota, eins og þú segir að það þörf á auknu félagslegu húsnæði. Og það þannig núna, til dæmis í Reykjavík, að í flestum þessar uppbyggingarreita þá skilgreint hlutfall sem fer til slíkra félaga, eins og Bjargs og fer inn í félagsbústaðakerfið sem ekki hérna. Og það þarf að gerast í fleiri sveitarfélögum. Og ef ég skilir rétt, þá eru þið að reyna að gera þetta núna kannski með gulrótinni, en ef gulrótin virkar ekki, kemur þá til greina að nota kylfuna? Sko, ég bara trúi því að það sé hægt að fá menn vegna þess að við búum hér ein þjóð í þessu samfélagi og menn hafa verið að benda hver á annan þegar kemur á húsnæðismálum. Reykjavíkurborg bendir á Hafnarfjörð og Hafnarfjörður bendir á Garðabæ og svo framvegis og svona hefur þetta haldið. Og ég trúi við þurfum að byggja hér 2000 íbúðir á hverju ári samkvæmt greiningum íbúðalánasjóðs sirka næstu 10 árin og við þurfum að tryggja 20–25% af því renni til félagslegra þátta sem eru bæði lægstu tekjuhóparnir eru námsmenn og fleiri aðilar og ég trúi því bara að þegar allir eru sestu við borðið að samvinnuhugsjónin og að menn setjist niður til samninga, að menn séu tilbúnir til þess að leggja sitt af mörkum til þess að ná þessu sameiginlega markmiði vegna þess að undir liggur bara velferð þjóðarinnar og húsnæðismarkaðurinn og þessir kjarasamningar sem eru framundan. Þannig að ég hef bara fulla trú á því að það sé hægt að gera þetta, að því þú notar orðina gulrót, ég hef bara fulla trú á að það sé hægt að gera þetta þá leiðina. Þú vaktir líka athygli nýverið þú vegna ummæla hátekjuskatt og það var ekki hægt að skilja því öðruvísi en
þetta var eitthvað sem þér þótti tilheiðilegt til þess að skoða og síðan var forsætisráðherra spurð hátekjuskatt og hún sagði að umræðum hátekjuskatt var ekki hafin, svo fjármála- og efnahagsráðherra spurði hátekjuskatt og hann sagði einfaldlega að þetta var ekki á borðinu. Ég klóraði mér aðeins í hausnum. Hvar stendur umræðum hátekjuskatt innan ríkisstjórnarinnar? Það hefur verið, líkt og með fleiri atriði, þá hefur verið í gangi vinna skoðun á skatta- og bótakerfi og hvernig það getur spilað saman við það að bæta hag þeirra sem að lægstar hafa tekjurnar. Þar hefur verið til umræðu þessi atriði og ég bind bara vonir við það að menn geti í sameiningu tekið á þessari þróun sem að verið hefur hérna í samfélaginu. Vegna þess að staðreyndin er auðvitað svo að því við vorum að tala hérna hagkerfið áðan, staðreyndin er svo að þær launahækkanir sem við höfum verið að sjá í efstu lögunum og kannski mest á almenna markaðnum sem að nú í eigu, að meiri hluti í eigu lífeyrissjóða og hérna stærstu fyrirtækina þar sem að stýrt af samtökum atvinnulífsins og verkalýðshreyfingunni, að launahækkanir þar úr öllum takti og ef við sjáum ekki að menn geti setið á sér þar á næstu árum, þá rosalega erfitt að réttlæta það niður allan stigan að þetta sé ekki með þessum hætti. En eitt af skýru umkvörtunarefnunum sem maður heyrir mjög oft, sérstaklega á verkalýðsforystunni, að þessi lausn sem núna búið að bjóða upp á til dæmis varðandi kjararáð, að leggja kjararáð niður, að hún sé bara einfaldlega ekki nóg. Það þurfa að taka á gjörningunum sjálfum, það að segja hækkunum á launum alþingismanna sem átti stað í október 2016, hækkanur á launum skrifstofustjóra og aðstofamannaráðherra sem átti sér stað á grundvelli ákvarðana kjararáðs og ekki síður hækkanir á launum ríkisforstjóra sem áttu sér stað eftir að þeir voru færðir undan kjararáði og pólitískt skipaða stjórnir ríkisfyrirtækin ákvaða að hækka 20%. Í OHF-félögum meðal annars. Kemur til greina að þinni hálfu að taka á þessu? Ég hef sagt það. Nú ég búinn í sumar, hefur verið að kalla til mín fulltrúa OHF-félagana, fulltrúa á almenna markaðnum og ég hef sagt það og rökin þarna yfirleitt svo að menn sé að elta hver annan, sé að greiða samkeppnishæf laun með við annar staðar í sama laginu og ég hef nú kallað að menn sé svona elta skottið á sjálfum sér þarna. En við skoðum til dæmis á almenna markaðnum hvernig launin eru þar og hvernig við höfum séð hækkanirna þar eins og hjá einstaka forstjórum sem eru kannski komnir með, að því að þú talaðir laun æðstu ráðamanna og forsætisráðherra sem eru kannski með 3- og 4-föld laun forsætisráðherrans, þá held ég að við verðum að reyna að ná utan þetta í heild sinni. Og þar verður að koma að bæði ríkisvaldið og almenni markaðurinn og þar ber auðvitað samtök atvinnulífsins og verkalýðshreyfingin ríka ábyrgð á því að koma að því borði og ég hef sagt að ef að menn vilji raunverulega taka á þessu þá verða það að gerast þarna í sameiningu og það það sem ég hef verið að kalla eftir og hef verið að hitta menn til þess að reyna að fá þessa umræðu í gang vegna þess að þú getur ekki tekið á þessu bara á einum enda eða þú tekur ekki á þessu á hinum endanum. Og þetta er það sem ég hef sagt á sama tíma og við erum að segja að það sé ekki hægt að hækka niður allan skalan, þá verða allir sem eru þarna í efstalaginu í sameiningu að taka á og sýna gott fordæmi. En þetta eru ríkisfyrirtæki og þeir eru undir pólitískt skipuðum stjórnum. OHF-fyrirtækin. Og ekki eðlilegt að fyrst að það skýr krafa það, ég held að mér finnst eins og allir pólitíkusar sem að tala við, svona langflestir, eru sammála það að það sé ekki innistæða fyrir þessum hækkunum. Það ekkert í starfsemi fyrirtækjana sem kallar á þá, þetta ekki það mikli náttúrutalendar, þessir einstaklingar sem gegna þessum störfum að heimurinn kalli eftir þeim. Það þarf ekki að binda þá fasta með þessum hækkunum, það getur alveg komið maður í mannstað og fyrst að það svona hávær krafa og fyrst að þetta svíður svona eðlilega illa í verkalýðsforystunni, eru möguleikar á því að taka á þessu með þeim hætti að það verður undir og ofan á þessu launahækkunum til þess að liðka fyrir gerð kjarasamninga? Við eigum að taka þetta heildstætt og við verðum að þá taka almenna markaðinn líka. En við skoðum þetta bara sértækt þetta dæmi. OHF-fyrirtækin, ég hef kallað eftir því að þar verðum við að hafa gegnsæri launaskráningu rétt eins og annars staðar í opinbera kerfinu. En þetta verður að gerast heildstætt. Og það auðvitað þannig að á meðan að verkalýðshreyfingin og samtök atvinnulífsins stýra þetta stórum hluta af vinnumarkaðnum í gegnum lífeyrissjóðakerfið að þá verðum við líka taka á þar vegna að það eru líka fyrirtæki almannaeigu. Þau eru í eigu lífeyrissjóðana sem ég og þú borgum í á hverjum einasta degi, 365 daga á ári. Kannski að tala að það komið að því með því að taka á þessu til dæmis hjá skráðum fyrirtækjum á hlutabréfamarkaði. Við þurfum, þar sem við stjórnum, við eigum að gera þetta heildstætt og gera þetta í sameiningu vegna þess að ég þér algjörlega sammála það. Þeirri nálgun sem þú setur fram
fram hérna, það engin ómissandi. En við viljum auðvitað hafa það þannig að launakerfið í landinu sé þannig uppbyggt að það hvetji þig til þess að sækja áfram og sækja fram og ná þér í menntun og leggja meira að þér, leggja meira mörkum. En ég velti því fyrir mér, þegar þú ert komin hérna í efstu laun, hvort þú sést ekki komin langt umfram það sem þarf til þess að svo geta orðið. Og þá þurfum við að taka á því í heild sinni, ekki bara einhverjum einum afmörkuðum þætti, heldur á kerfinu í heild sinni. Og það finnst mér að menn eigi að ræða á milli þessara 3 aðila sem eru samtök atvinnulífsins, verkalýðshreyfingin og stjórnvöld, að það sé gert í sameiningu á milli allra þessara aðila, að það sé ekki bara einn aðilinn sem benda á hinn. Þetta alveg sem með húsnæðismálum. Þetta hefur heyrst dálítið mikið hjá nýjum forseta ASÍ, eða svona í aðdraganda forsetakjörsins þar hjá Drífu Snædal. Hún talaði þessi margföldun á æðstu launum innan stofnana eða fyrirtækja og svo bara niður skalan. Hvað væri eðlilegt þar? Við erum að sjá á hlutabréfamarkaði að forstjórar þar eru með 17 til 18 föld lágmarkslaun. Við erum að sjá mjög hátt margfeldi hjá opinberu fyrirtækjum, kannski alveg upp á 10 sinnum hærri laun, eitthvað svoleiðis. Hvað eðlilegt? Sérstaklega OHF fyrirtækjum. Hvað væri eðlilegt í þessu samhengi? Það held ég sé eitthvað sem þurfa að ræðast þarna á milli þessara aðila. Ég bara þér hjartanlega sammála með það og þar verðum við að taka almenna markaðinn með, við verðum að fara ofan í þessa umræðu vegna þess að hvað eðlilegt? Hvað eðlilegt að hæstu laun séu mikið hærri en lægstu laun? Þetta umræðan. Þetta svona the $1 million question, eins og maður segir, sko. Og hérna, mér finnst efstu launin vera orðin allt og há meða við hérna lægstu launin. Það bara mín persónulega skoðun. Og ég hef kallað eftir því að allir koma að þessu borði og ég hef rætt þetta meðal annars við nýja forystu ASÍ, að þetta sé eitt af þeim málum sem við þurfum að taka á. Og sérstaklega meðal annars á hlutabréfamarkaði þar sem að lífeyrissjóðirnir sem í okkar eiga bara yfir 50% í mörgum þessara fyrirtækja og þá veltir maður fyrir sér, það svo að við getum ekki gert breytingar þarna? Getum við sem samfélag ekki gert breytingar þarna? Vegna þess að opinberu fyrirtækin eru svo að miða sig við starfskjarastefnu þeirra að segja, flestallir stjórnarformenn þessar opinberu fyrirtæki sem ég hef hitt í sumar segja, já, það þannig að við þurfum að bera okkur saman við sambærileg fyrirtæki á sambærilegum stöðum. En það ekki bara eitthvað svona gullvél sem þessi hópur býr til? Þetta bara eltingaleikur. Og þú veist, svona einn forstjóri fær hækkun á laun og þá miða sig allir við hann og svo fer þetta bara annar hring. Þetta bara eltingaleikur og þetta eltingaleikur í efsta laginu, eins og ég sagði áðan, og við eigum sem samfélag að geta í sameiningu tekið þetta niður og þar verða allir að koma að borðinu. Ekki bara einhver einn og það þýðir ekki bara að ég benda á annan og annar benda á hinn, við verðum að gera þetta í sameiningu. Og þetta held ég að sé hluti af því sem að þurfi að ræða við gerð þessara kjarasamninga vegna þess að ef við trúum því sem við vorum að segja hérna áðan að það væri ekki svigrúm til launahækkana í neðstu lögum og í millitekjunum, þá vorum við að vera vissir að efstu lögin haldi ekki áfram í eltingalengnum eftir að við gerum þessa samninga. Þannig að ég held að þetta sé algjörlega lykilatriði að þetta sé eitt af því sem að sé rætt þarna og sé undir í þessum viðræðum á milli allra aðila. Þriði þáttur við nú kannski búin að fara að kafa djúpt núna í skattkerfis og launatalið og húsnæðismarkaðinn, en það hefur líka verið mikið gagnrýni á svona minnkandi hlutverk ríkisins í tekjujöfnuði. Þetta minnkandi tekjujöfnuðar hlutverk ríkisins sérstaklega með bótakerfinu. ASÍ gerði skýrslu fyrir ekkert svo löngu síðan sem sýndi fram á það að þeim fjölskyldum sem fengu barnabætur fækkaði 12.000 á milli 2013 og 2016. Hvað hyggist þið gera þarna? Vilji fyrsta lagi kannski til þess að endurreisa bótakerfin þannig að við sjáum tekjujöfnunarkerfi hlutverk ríkissjóðs verða meira í átt við það sem til dæmis í Noregi og minna í átt við það sem hefur verið hérna á undanförnum árum á Íslandi? Já, það vilji til þess og ég held að það hafi komið bara skýrt fram meðal annars í þeim skrefum þó að þau hafi kannski, mönnum þykir þau ekki stór sem stigin verða við gerð fjárlagafrumvarps næsta árs. Þar sem að verið bæði að gera breytingar á skattþrepunum og líka verið að hækka barnabæturnar. Þannig að þarna við að stíga raunveruleg skref. Það í gangi vinna eins og við komum inn á áðan við endurskoðun á skatt- og bótakerfinu á milli allra hlutaðeigandi ráðuneyta. Sú vinna og sá hópur sem að þar vinnur að störfum hefur meðal annars átt fundi með aðluvinnumarkaður til þess að átta sig á því hvernig umræður muni þróast þar. Og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að niðurstaðan úr þessu
hún rými við þá niðurstöðu sem að hugsanlega getur orðið á milli aðila innan vinnumarkaðarins. Og þetta eitt af því sem hefur verið til umræðu á þessum stóru fundum sem haldnir hafa verið í ráðherrabústaðnum sem að forsætisráðherra hefur boðað til og verður til umræðu áfram að hvernig þessar breytingar geta flúttað inn í niðurstöður sem að verða niðurstöður sem verða í almennum samningum hérna á vinnumarkaði. Þetta annars svona sem út af því sem ég klóra mig dálítið í hausnum yfir vegna þess að þegar fjármálaáætlun var kynnt þá voru glærur sýndar sem sýndu fram á hvaða skattkerfisbreytingar átt að ráðast í. Þeim glærum kom mjög skýrt fram að til stæði að lækka lægra þepið 1% sem skiptist mjög misjafnt. Svo talaði við þingmenn annarra stjórnarflokka og þeir segja nei, þetta bara misskilningur, þetta ekki svo þetta kemur fram í glærunum. Ég segi bara aftur, ég klóra mig dálítið hausnum yfir. Hvað stendur til að gera í þessum efnum? Við erum auðvitað að sjá, eins og ég sagði þér, það voru ákveðnar aðgerðir sem eru signa núna í fjárlögum þessa árs, sem eru skref sem að sannarlega eru til jöfnunar, varðandi hækkun á barnabótum meðal annars. Og við höfum lýst því yfir að við séum tilbúin til þess og það kemur í rauninni fram í stjórnarsáttmála líka, menn séu tilbúin til þess að það standi til að endurskoða skatta- og bótakerfið með áherslu á tekjulægri hópa og ungt fólk. Þannig að það verður gert, en hvað verður nákvæmlega gert, það bara í vinnslu. Við erum að fara yfir það þessa dagana og sú vinna í gangi og ég hef bara lagt áherslu á það og ríkisstjórnin og forsætisráðherra hefur lagt áherslu á það að þær niðurstöður séu unnar í samráð og samstarfi við aðila vinnumarkaðar. Aðeins í lokin, það framundan tónleikar helgina, ákallstónleikar, alls konar fólks sem ber hag fíkni, þá sem glíma við fíkn fyrir brjósti og þetta eru svona kannski dálítið óvenjulegir tónleikar vegna þess að þetta eru ekki styrktartónleikar, þetta eru svona hvatningartónleikar til stjórnvalda það að sýna þessum svona faraldri meiri áhuga og kannski setja meiri peninga í málaflokkin í ljósi þeirra stöðu sem komin upp, bara yfir 600 manns á biðlista eftir að komast í meðferð við fíknivanda og það alls konar önnur svona hliðar áhrif á þessu. Við erum búin að bíða eftir meðferðarúrræði hérna við höfuðborgarsvæði, ég veit ekki hvað lengi og heimild á fjárlögum til þess að byggja það og allt þetta og við höfum ekki séð þetta fyrir ungt fólk, fyrir konur framvegis. Þú hefur svona 1,5 mínútu, hvernig ætlar að leysa þennan vanda? Sko ég held að þetta sé náttúrulega tvíþætt, sko. Það sem að snýra börnum og þeim sem eru ekki lögráða snýr meira að félagsmálaráðuneytinu. Við höfum verið að setja mikinn kraft í þetta. Það eru nýir fjármunir á næsta ári, gagnvart hérna til þess að í þessi mál fyrir börnin. Við erum núna búin að vera í vinnu og ráðuneyti og pólitíkin hefur verið að reyna aðstoða við það að flýta þessari lóð undir þetta heimili sem þarf að byggja. Fram að þeim tíma höfum verið að gera núna breytingar bara síðustu vikurnar á stuðlum sem miða því að það þurfi aldrei að vista börn í fangaklefum sem hafa verið að lenda í því að það ekki úrræði til staðar. Ástæðan fyrir að það ekki úrræði til staðar svo að heilbrigðishlutin og félagslutin hafa ekki verið að tala nægilega vel saman vegna þess að fyrstu stigin fyrstu klukkutímarnir og dagarnir að þessari meðferð eiginlega heilbrigðisúrræði. Þannig að við höfum verið að brjóta niður múrana þarna á milli og láta menn tala saman og það hefur tekist og það í gangi vinna núna undir heilbrigðisráðuneytinu að snýra börnum sem að miðar að því að undirbúa skref til framtíðar. Þannig að við höfum verið að stíga stórskref þarna og þetta hefur tekið gríðarlega mikinn tíma, mínum tíma, undanfarna 10 mánuði sem ég hef verið í ráðherrastól og hef fylgt þessu fast á eftir. En þetta bráðavandi? Algjör bráðavandi og við erum búin að í rauninni vil ég meina leysa hann með þeim aðgerðum sem var verið að ráðast í á stuðlum núna bara á síðustu vikum. Þannig að það á ekki að þurfa að vísa börnum frá sem að glíma við sem að koma inn í kerfið. En gagvart síðan tónleikunum og því að þá bara hlustum við á þetta ákall og ég hyggst mæta þessa tónleika til þess að hlusta á þá. Ásmundur Einar Daðason, takk kærlega fyrir komuna. Takk kærlega. Við komum hérna aftur að vörmuspori.
Hvert sem ferðin heitið, þá fylgjum við þér alla leið. Fjallakofinn. Hvar hentar þér að starfa í dag? Regis.is Tempur. Dýnan sem styður svo vel við þig að þér finnst þú svífa í svefni. Tempur. Því að sofa eitt, að hvílast annað. Betra bak leggur grunn að góðum degi. Vottaðir hágæða varahlutir í flestar gerðir bifreiða. Bílanöst. Barnabílstóll sem vex með barninu. Úrvalið hjá okkur. Ólafía og Oliver, Glæsibæ. Vilt þú heilbrigðara og betra líf á náttúrulegan hátt? Orkusetrið. Nýja heimilið þitt hjá Heimavöllum. Yfirlit yfir lausar leigueignir á heimavellir.is. Heimavellir, örugg leiga. Ásmundur Einar aftur komin út í ráðherrabíl. Flott mynd hérna hjá Halldóri í dag. Píratarnir. Anna segir, hvað að því? Það einelti að skera undan þig fótinn? Eins og sjóræninga síðu var. Satt nú einn pírati hérna hjá okkur áðan en slapp við að vera aðþrengt að henni. Svona skrípamyndi geta lyft sér allt. Já, þetta bara sérstaklega þú svona góður eins og Halldór Baldursson. Já, höldum svolítið áfram að það. Já, við skulum gera það. Tristan Gribbin merkileg kona. Þetta eitt af helstu verðlaunum í gullna egginu og þetta hugleiðsla í sýndarveruleika, Snædís. Þetta svo nafn á ljóði. Já, komið þið sæl. Ég stödd hérna fyrir utan sjávarklasan þar sem ég ætla að tala við hana Tristan Elizabeth. En Tristan stofnaði fyrirtæki Flow VR sem sýndarveruleika gleraugu sem hjálpa manni að hugleiða. Tristan var rétt í þessu að vinna gulleggið. Einnig var hún aukaverðlaun frá Marel og Íslandsstofu. Og hún ætlar að segja okkur frá Flow VR. Til hamingju með að vinna gulleggið. Yey, æðislegt. Þetta bara nýjar fréttir. Já, þetta svo ótrúlega spennandi. Já, en segðu mér, hvað Flow VR? Flow VR, við með svona sýndarveruleika app. Það svona, eins og þú sér, þetta svona nýjasta útgáfa Oculus. Það heitir Oculus Go. Já. Og þessi vörur, eða headset, hann kostar bara $200 eða rúmlega 20.000 krónur. Já. Og þetta rosa sniðugt því þetta svona standalone headset. Þú þarft ekki það ekki neitt sími, neitt svona PC, tölvu, þetta bara rosalega sniðugt, þetta bara létt og þægilegt. Og þá App Store, sem heitir Oculus App Store, bara með 1000 plus apps. Okay. Og við ein af þeim. Wow. Það hægt að fara inn í Oculus Go eða Samsung Gear VR sem líka Oculus bjóð til, Samsung Gear VR by Oculus, og hægt að fá appið okkar. Og þá hvað við gerum að láta fólk að hugleiða í íslensku náttúran, tær og falleg náttúran okkar og þá með tónlist, svona mjög vel valin tónlist frá Sigurós og fleiri. Já. Og þá leiðsögn og 6 leiðir til að hugleiða. Breathe, move, let go, calm, focus, restore. Ok, þannig að þetta virkar sem sagt þannig. Þetta svona sýndarveruleika gleraugu með íslenskum myndum úr íslenskri náttúru og 6 skrefum í hugleiðslunni. Akkurat. Og hver þínar trúr á að hugleiðsla geti gert fyrir fólk? Já, ég búin að standa í hugleiðslu síðan árið 2000 og það hefur algjör breytið lífið mitt til beturs. Ég veit að hugleiðslan hjálpar fólk með einbeitingu til dæmis eða með að framkvæma góðar, bara allt sem við viljum að gera, til dæmis að vera skapandi eða að vera meira ganga betur með sjálfum sér. Það kemur hugleiðslun líka, bara að hafa meira tengingu með sjálfum sér og tengingu með svona æðra sjálf eða
guði hvernig fólk myndi hugsa þetta, þess alls konar hugsun þetta, en það svona bara, já, tengingu líka með aðra fólkið og meira fyrir hjartinu. Já. Það rosalega falleg áhrif af huglýsinni að vera meira svona tengt sjálfinu. Já. En og kærleik. Og kærleikur, nákvæmlega. En hvað, segðu mér aðeins frá myndunum sem eru, eða ferðalaginu sem við erum að fara Ísland, hvaðan eru þessar myndir? Já, við erum með þessi 6 modes of flow og það á Þingvöllum, á Snæfellsnesi, það bara Borgarfjörður, bara mismunandi stöðum, þá staðurinn tengst samt með hvernig maður hugleiða. Það svona, fókus ótrúlega falleg útsýn, lítið tjörn og þetta svona sunrise, sólin komist upp og það speglast í vatninu, þetta ótrúlega fallegt og þá, hvað gerist með þessi áhrif af náttúran? Maður fer inn í þetta og hugurinn strax fer í ró. Þá það hægt að hugleiða. Annars það svolítið erfitt fyrir fólk að ná í hugleiðslu. Af því hugurinn svo fljótt og alltaf að hugsa. Hugurinn alltaf á fullu, það bara svoleiðis. Akkurat. En nú voruð þið að fá hérna fyrsta sæti í gullleikinu og hver næstu skref hjá Flow VR? Þetta mjög spennandi að því við erum að vinna með svona, hvernig segja það, the most innovative fyrirtækja í Norðurlöndum. We're working with the most innovative companies in the Nordics og við erum að skapa corporate wellness programs til að boosta productivity og velíðan fyrir starfsfólkið og það okkur næstu skref að fara til Svíþjóð, við erum að vinna þar, hérna líka á Íslandi og þá með þetta upplifun og reynslu og data, við erum að fá upplýsing tilbaka hvernig við erum að þróa þetta digital meditation platform. Hvernig við getum þjóna fólki best. Og skapa meðvitund á bara heimsvísu. Já. Heyrðu, glæsilegt bara til hamingju með gullleikið og gangi ykkur rosalega vel. Þetta spennandi. Þetta rosalega gaman. Það akkurat það og þetta allt og sumt að sinni en við verðum aftur hér á morgunum sjálfsögðu með góða gesti í þættinum okkar 21 þar sem við tökum á þjóðmálum, við tökum á mannlegum málum og við tökum á menningunni. Tökum bara helst á öllu. Já, helst bara. En takk fyrir að horfa og verið sæl.